Komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að fjalla YouTube. Til þess að opna YouTube þá ýtum við hérna á möppun okkar á heimaskjánum eða í skúffun okkar sem heitir Google. Hér getum við séð tákn sem stendur undir YouTube og rauður kassi með hvítum þríhyrning í miðjunni. Þegar við smellum á það opnast síða ekki svo ólík þessari. Hér getum við séð ýmiss konar myndbönd sem fólk út allan heim hefur sett inn á YouTube. Hér neðst á síðunni getum við séð valmynd þar sem stendur heim, kanna, áskriftir, innhólf og safn. Í safninu getum við séð þau vídeó sem við höfum horft á áður. Í innhólfinu getum við séð tilkynningar frá forritinu. Í áskriftir getum við séð myndbönd frá því fólki sem við höfum bætt við í áskrift ef við erum með Gmail aðgang. Kanna, þá getum við séð ný myndbönd og heim þá fáum við myndbönd sem mælt með fyrir okkur. Til þess að leita að sérstöku myndbandi þá förum við efst í hægra hornið og ýtum á stækkunarglerið. Hér getum við leitað að ýmsum hlutum. Takið eftir því að oft fáum við betri leitarniðurstöður ef við skrifum á ensku, en það eru einnig til niðurstöður frá íslensku. Til dæmis mjög gott að nota YouTube til að leita að áhugamálinu sínu, uppáhaldstónlistinni eða jafnvel stiklum úr kvikmyndum. Ég ætla að leita að Ellie Vilhjálms og fæ þá upp niðurstöður þar sem ég get séð öll lögin sem Ellie Vilhjálms hefur gefið út og fyrir neðan myndbönd frá Ellie Vilhjálms. Hér efst sé ég Heyr mína bæn frá Ellie leikritinu sem var sýnt hér árið í Borgarleikhúsinu. Ef ég smelli á það myndband þá opnast þessi skjár. Takk eftir því að ég fæ hérna auglýsingu. Sumar auglýsingar klárast af sjálfri sér, en aðrar þá gott að ýta hérna hægra megin á sleppa auglýsingu. Vídeóið byrjar síðan að spilast eftir það. Þegar við viljum ýta á pásu á myndbandinu, þá smellum við einu sinni á myndina og þá birtist ný stika. Hér getum við séð pásumerkið og áfram og aftur á bakmerki. Þegar við ýtum á pásumerkið þá stöðvast myndbandið. Einnig getið þið séð að fyrir neðan sjáum við tíman á myndbandinu. Þetta vídeó 3 mínútur og 43 sekúndur og síðan í neðra horninu hægra megin kassi með örfum sem benda út. Þegar við ýtum á þann kassa þá sjáum við að myndbandið birtist í fullri stærð á skjánum okkar. Til þess að síðan fara úr því, þá ýtum við aftur á kassan og myndbandið minnkar. Hér til hægri getum við séð fleiri myndbönd, lík því myndbandi sem við erum að horfa á. Ef við flettum niður, þá getum við séð nánari upplýsingar myndbandið og ef einhver hefur skrifað ummæli, þá sjáum við þau einnig hér. Til þess að síðan fara úr myndbandinu, þá sjáum við efst í vinstra horninu ör sem bendir niður. Þegar við ýtum á hana, þá fer myndbandið í hægra horni niðri og við getum séð að við erum aftur komin í leitarniðurstöðurnar. Til þess að fara síðan aftur á upphafsskjáinn, þá ýtum við einfaldlega á tilbaka örina hér niðri og förum þá á upphafsskjáinn. Þetta var YouTube.
Endilega horfið áfram og lærið ennþá fleira.